börn. Það verður þakkað í því vegna þess að þeim hættir bara að stingandi við sig. Og íbúarnir hérna hafa verið tekið algjört frumkvæði því bara að færa þennan garð og gera hann eins og hann er á núvergata og vistgata og þetta er allt saman sko íbúanum að þakkast. Sem búin að vera lokuð núna í, nokkur ár. Draumaskólinn minn er skóli sem sko gerir öllum börnum það kleift að hámarka lærisúreikina og svona bara þessar grunngreinar. Svona eins og dæmisagan skólan. Þegar skólatíman vil líka koma við, en þá komi íþróttafélögin inn. Þetta vinn allt saman og það sé samráð og Samfélag að vera samfélagast. Taka aftur og aftur frumkvæði til dæmis það er mikið á hverfinu. já. Að þetta, þú veist að segja að sko vinna þetta saman. Og fordóma. Já, fordóma. Tala félagsöfni. Og jöfnir þetta ekki alveg. Því að það núna hafa bara þeir krakkar möguleika að vera frístundum sem að eiga fordóma, sem að hafa tíma og eiga bíl til þess að Og að gera, tengja útivistarsvæði við miðborgina og hverfin og það reif upp þáttöku í ekki bara íþróttastarfi heldur fór fólk að stunda miklu meira útivist. Yfir ákveðið svæði hefur mismunandi þarfir. Þarfir fólksins mismunandi og svo annað sem sameiginlegt fyrir allt svæði. Það eru kappar, það ekki fláið, það sem ég að ganga sem ég hjólastígum og svo endar hann bara kemst ekki inn í Garðabæ og hann endar í innkeyslinu á húsið í Arnarnesinu, það var mjög fyndið. Það var allir bara komin í bílastæði. Riði að stýra landsumgott og sig. Það er svo hvorum sveitarfélög til að stýra sem við hvert á Mosfellsstað vera á sínu verksvið. að efla já, með því og veljan, það trúir ég ekki þú getur mæla á þetta veður athugunar græjur eða sjávarfallamæli 10 mínútur eftir að fyrstu nóttum 10 mínútur eftir það er sem að segja kappræðum En það náttúrulega svolítið 5 ár þegar vonandi gengi verið komin í 100 kannski. Við byrjum að tala jarðhita. Hvaða auðlindir höfum við á höfuðborgarsvæðinu sem skipta máli? Útivist. Útivist, það er rétt. Það er stærst. Fleira? Jarðhita. Hvernig við sameiningu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu? Þá upphefurðu þessa samkeppni, lóðir, gamalt fólk, skapaðar hluti sem að allir eru að niðurgreiða. Sjókvæmlega, þetta svokallaða samkeppni milli sveitarfélaga er bara einn af stærstu reikningunum eftir hrunið. Fjárfestingin er 100 milljarðar liggja í fjárfestingu. Þar af 73 milljarðar í tómum íbúðum. Þú veist, það er skortur á fjármagni, hvort sem við komum að virkjunum eða einhverjum stórum fjárfestingum. Þannig að mér er spennandi að reyna þá að líta þá til þess hvaða uppbygging og hvaða gjaldeyrisöflun getum við farið út í þar sem ekki endilega er mikil og stór fjárfesting. Eða áum bara að skapa almennt einhver skilyrði, hvort getur borgin ákveðið að ámælið sækjast eftir ákveðin tegund atvinnulífs. Á listir, menningu og íþróttir. Það er ekkert verið gert með Reykjavíkurborg sem háskólaborg. Það er ekki Reykjavík háskólaborg þess að við gerum út á það að fá erlenda stúdenta í háskóla. Það er svo miklu meira af þessu og Reykjavíkurborg gæti vel skapa umgjörð þetta, bara kalla til samstarfs við háskólana. Þá kom mitt, þú veist, hvað við sína. Já, þetta er mitt hverfi, ég gerði þetta, sjáu þið hérna, ég tók þátt í þessu og ég er stoltur af mínu hverfi, þetta gerist ekki öðrum. Ráðarborðið skiptir umræðuefni eða vandið áfram í sama umræðuefni. Skiptan borð. Ef þú fer til þess á næsta borð og eður það sama þá ertu búin að koma þínum á Kaffið er hér. Alltaf kaffi.
við komum aðeins inn á það áðan. Já, ok. Samfélagsþáttur. Já, erum við að tala svona, félagsauður og líka þetta með sko menninguna og þú veist, hvernig eflum við borgir, eða þú veist, hvernig til 5 ára, hvernig svona tilfinningu viljum við búa við í Reykjavík? Með þessari skiptingu sveitafélagana þá þýðir það að tónlistamenntun til dæmis á sumum sveitafélaganum utan Reykjavík er mjög hafa hverfin sjálfstæðari og miðju í hverfunum. Það sem allir geta komið saman og það sem allir hafa tækifæri og getur kannski, þú hefur gert eitthvað, það er ekkert hægt að gera hér fyrir regluverki. Eins og getum við bara, ef við myndum horfa á Hafnarfjörð. Hafnarfjörður hefur miðbæ sem er það sem er ákveðin starfsemi eða svona fer fram. Þarna þú getur farið í heilsugæsluna, þú getur farið í stjórnsýsluna þar, þú getur farið, ég held að það sé að horfa á hvert einasta hverfi í Reykjavík á þennan sama hátt og byggja það upp á sama hátt. Sjálfstætt, utan sína miðju, í staðan fyrir þessi mollamenning sem hefur orðið til hérna 2006.